Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, nú ætlum við að eiginlega fá hingað við rauðaborðið svona kjaftaklúbbni, það gengur ekki. Það vill svo til að víða land og þá hittist fólk og ræði landsins gagn og nauðsynjar í saumaklúbbum, í heitupottum, í kaffihúsum og að bensinstöðum og við ætlum að fá svona hópa hingað á næstunni að rauðaborðinu og fjalla annars vegar þetta fyrirbrigði sem eru þessar stofnanir í samfélaginu sem að fólk hittist og skiptist á skoðunum. En við ætlum líka bara að fá hópana til þess að skiptast á skoðunum hér við rauðaborðið, þannig að núna rauðaborðið að hálfu leyti, Ólís kaffi í Grindavík. Já, það ekki. Þetta ekki heita það. Já. Hér eru komnir menn sem að hafa komið þar við, Sigurbjörn Dagbjörnsson, sem blaðamaður og víkufréttum, kallaður Sibbi. Já. Hörður Guðbrandsson, formaður verkalýðsfélagsins, hann segist ekki koma mjög oft í Ólís kaffi, en hann veit alltaf hvað þið sagt þar. Já, ég frétti það yfirleitt alltaf. Já, sem segir svona hvaða stofnun þetta í samfélaginu. Já, mjög mikilvæg. Hvað var ákveðið í Ólís kaffi í morgun? Það þá, hver sagði hvað hvern? Já. Einar Hannes Harðarsson sjómaður og formaður sjómannafélagsins. Já, ég verð nú að bæta þig við að Ólís hefur gert þetta mjög rausnarlega. Já. Þeir hafa náttúrulega alltaf gefið okkur kaffið þarna. Og svo nýhætt að fengu allir í nefið íslenskt tóbak sem það vildi. Það var bara orðið mjög léleg þáttaka í því að fá sér í nefið, sko. Það var bara tíminn að breytast. Já. Og Páll Valur Björnsson kennari. Já. Þetta aðalega kallar, ein kona kannski? Í þessu Ólís kaffi og svo bull og píp það er heila betra nafni yfir þetta. Já, bull og píp. Bull og píp. Já, ég myndi að segja 99% kallar. Já. Þið farið þarna reglulega? Hverju? Já, við gerðum það. Já, kannski. Ég var í Grindavík í, gærmorgun eða fyrradag? Já, gærmorgun. Og ég var svo eini. Það var frekar fátt. Í kaffinu? Já. En hvaða gildi hefur þetta? Þetta er til út um þetta heim, sko. Við getum farið bara torg á Miðjarðarhafið og eiginlega hvað sem að það allstað svona hópar sem að hittast það sem að fólk að En hvað hefur þetta verið lengi við lýði? Það var áður en að Gauti bróðir tók við það ekki. Hann opna 7:30 og þarna mæta menn bara áður en farið vinnuna, fá sér kaffisópa og rétt taka umræðan leikinn kvöldun áður eða eitthvað svoleiðis eða einhver þjóðmál og svo eru menn að droppa við yfir daginn. Þannig að þetta er oft bara fjörlegar. Mjög líflegt og mjög skemmtilegt. Líflegar samræður. Já, mjög. Ég kom hérna í síðustu viku, tvisvar frekar en þrisvar. En þetta ekki rand íhald, ekki Grindavík svona íhaldsbær? Já, ég myndi halda það. Er það ekki meiri part en Íslandi íhald, svona ramt íhald og afturhald? Ég er nú ekki alveg sammáleikum með það, sko. Þegar ég var í bæjarpólitíkinni þá var Sjálfstæðisflokkurinn minnstur af fjórflokknum, sko. Já. En það breytti ekki því að þetta var íhald samt, sko. Já. Hvort meiri hiti í umræðinu þegar verður að tala pólitík eða enska boltana? Í dag, klálega pólitík held ég. Já, klálega. Það nú ansið fyrir... Það var lítið fyrir ykkur í Manchester að United að tala. Ég var ekkert að reyna að eyða þeirri umræðu. Ég get alveg tekið það við þið. Við erum að fara að verða bikarmeistarar. Já, til hamingju með það. Samfærum með það. Við búum að segja fyrir leikinn. Nákvæmlega. Það er ekki víst að ég segi það eftir leikinn. En í dag brenna held ég málefni Grindavíkur miklu meira á okkur heldur en einhver enskur fótbolti, sko. Og þið eru ekki að fara að ræða forsetakosningar eða þeir eru hittist? Já, við værum örgulega búin að gera það og við værum alltaf verið eðlilegt, sko. Ég er eiginlega búin að ákveða hverja ég ætla að hverja. Halla Tómasdóttir ég er mjög hrifinn af henni. Það kemur nú til vegna þess að maðurinn hennar er bestu vinni. Grindvíkingur, hún er svona tengdadóttir. En já, þetta er bara finnst mér rosalega flott. En veistu hvað þau kynntust fyrst sáust fyrst? Hjónin, Halla Tómasdóttir og Eurovision partí, Nei, þau sást í 30-afmælinu mínu í festi þegar Björn maðurinn hennar dansaði dans á G-streng upp á borðum. Já, en hann nokkrum árum yngri þannig að þau byrjuðu ekki saman þá, veitir. Nei, þá var einhverjum árum seinna. Þegar Selma söng myndin af honum dansandi í G-streng festist sennilega festist í henni þannig að hún búin að elska Bjössa sinn síðan.
En hvað er að frétta í Grindavík? Ekki átök einhvern veginn? Það er eiginlega allt og lítið að frétta, sko. Mér finnst við vera... Það fundur í gær með fyrirtækjaeigendum? Hann er í dag. Hann er núna, hann byrjar núna 4:30. En sko, mér finnst við vera svolítið týnda þorpið bara. Einhvern veginn eru stjórnvöld búin að gleyma okkur alveg og það er ekkert að gerast einhvern veginn og allir vísa hver á annan. Eða ég veit ekki hvort að allir halda hins í að gera eitthvað en ég held að sé enginn að gera neitt. Ég verð ekki var við það. Því miður. Því það er mjög mikið þörf á því að halda áfram með þetta verkefni sem er ekkert að fara frá okkur á næstunni. Það er búið að segja okkur hinnum að það sé búið að leysa þetta? Já, það er bara alls ekki búið. Það er bara langt frá því. Það er mikið eftir. Og við þurfum að einhvern veginn að halda áfram og það þýðir ekkert að taka eitthvað átak og hætta svo með að vera að fylgja þessu eftir alla leið. Og fullt af verkefni sem þarf að vinna núna en það virðist enginn vera að gera neitt í því miður. Eins og hvað er fullt af verkefni? Ég er bara að tala hluti eins og við fáum engin svör stimpilgjöldin, séreignarsparnaðinn, bara styrki fyrir fólk sem er að fara að vinna inn í Grindavík, ferðastyrki, sálfræðiaðstoð, bara nefndu það. Hvenær Þórkatla borgar út uppkaupahúsin og svo framvegis. Það er bara mjög stór pakki sem að býður úrlausnar en enginn vilst vera að gera neitt í. Og ef við ætlum að byggja upp bæinn og ef við ætlum að halda atvinnustarfsemi þá er mjög mikilvægt að starffólki fái þessa ferðastyrki af því að annars farið að leita önnum með og sækja vinnu annar staðar heldur en í Grindavík. Og ef við ætlum að reyna að byggja upp til þess að byrja með held ég þessa hafnarstarfsemi þá er mjög mikilvægt að fólkið fái bæði greiddar þessar ferðir og þá tíma sem þeir tekuði að komast í og úr vinnu sko. En þegar þeir eru að ræða þetta og ef við ætlum að byggja upp og ef við ætlum að þetta ef sem er í setningunum heyri fólki í þetta ef með ólíkum hætti? Já, þetta eru ótrúlega mörg ef og þetta eru ótrúlega málefni sem að fólk er að glíma við og því miður þú veist, erum við svona dóldi, við erum allir frá Grindavík. Ég veit ekki, ég held að þið séu allir að fara að nýta ykkur þetta úrræði sem hann Þórkatla er að bjóða. Ég til dæmis ætla allavega að bíða fram í lengstu lög með það, allavega til áramóta og ég ætla að sjá til bara hvað ég geri. Að því, enga fylkingar eins og leys. Þetta eru kannski 2 hópar. Við erum allir Grindvíkingar, en einn hópur Grindvíkinga vill bara flytja heim, ég er fluttur heim nú þegar og viljum bara hefja uppbyggingu strax. Svo eru aðrir sem einfallega treysta sér ekki í það og nota bene, ég virði skoðun allra í því. Það getur vel verið að Einar Hannes vilji flytja heim en hann og konu kannski sem vill það ekki. Þetta er víða svona. Ég var að tala um hann bara í dag. Hann var í fluttin en konan hans bara þorið ekki. Og ég virði þá skoðun algjörlega. Þannig að þetta eru dóldið svona 2 hópar sem eru dóldið að ekkert að kljást og alls ekki þannig en þú veist og ég veit að ég og þá mitt lið að það er talað um þetta sem lið ég hef aldrei heyrt neitt setja út á Grindvíking sem er ekki að fara að flytja strax en við þurfum dóldið að vera skiptast á skoðunum Þú myndi vilja að fleiri væru að taka þína afstöðu vegna þess að ef það eru fleiri sem að vilja selja og fara þá eru bara minni líkur á því að veri árangur af því sem þú vilt Já, algjörlega en ég ætla bara að klára við höfum stundum þurft að dóldið að glíma við að fólk dóldið að hafa einhvern veginn vitt fyrir okkur þetta er ekki öruggt, hvað er það að spája að fara þangað þannig má ég ekki bara taka ákvörðun það ef að ég treysti mig til þess að vera þarna þá kemur það eiginlega engum öðru við að mínu mati skilur mig, þannig að það hefur dóldi svona debate og það sem að brennur er heitast á mér og mér svona fjallust dóldi hendur við bókun bæjarstjórnarinnar okkar sem er algjörlega klofin í bara herða niður, myndi ég segja. Þarna eru 2 kallmenn af 7 manna bæjarstjórn sem að komu með bókun sem að fjalla hann ekki bara það að bara byrja framkvæmdir, byrja á því að gera bæinn öruggan og reyna að laga skólahúsnæðið og stefna á að hefja skólahald næstu haust. Og þú veist, þeir eru ekki eins og saman í flokki. Þú veist, en 5 konur sem að voru á móti. Og þú veist, og þarna eru klopningur á milli flokka, þannig að þú veist, ef þetta væri ríkisstjórn þá væri hún kvellsprungin í
í mínum huga sko. Ég er ekki alveg svo það er rétt hjá þú sér nú bara hvernig ríkisstjórnin hefur verið hér á Íslandi undanfarin ár þannig að hún er nú bara út og suður og allavega og ætti að hangi saman þóttu sprungin. Já, löngu sprungin og hangi samt saman sko. En ég tek alveg undir með Sibba, mér langar til að taka undir með honum það að ef að fólk vil búa í Grindavík eins og staðan núna hver er þetta að banna það? Já, hver er þetta að banna það? Ég meina, ég var alveg þannig fyrst sko, ég hef nú komið inn í viðtal áður og þar sem ég sagði bara ætti að loka bænum, bara heyrðu, bara hleyp mig einhvern veginn inn, þannig að verða bara einhver viðbragðsaðilar til að fylgjast með því sem er að gerast þarna næstu mánuðina, þá er þessi atburðurinn liðinn, hann er sko ekki liðinn og það er nefnilega stóra málið og ég get alveg tekið undir með Sigurbjörn með það, ef að fólk vil búa þarna, ok, búið þarna bara, allt í lagi, en sko allir aðilar sem að koma að þessu máli, sem að almannavarnir, ríkislögreglustjóri, vísindasamfélagi, hvað sem þeir eru ekki að fara að búa þarna með börn á næstunni það. Á meðan að eins og staðan er núna hann í Grindavík, það sem allt er á hreyfingu, það er eldgos í bakgarðinum og það er að landris í Svartsengi sem að þeir eru fannir að spá að fara að gjósa bara innan tíðar sko og við höfum tekið eftir því hvernig það hefur verið undanfarið að það er ekki fyrirvari. Þetta eru bara eitthvað 10 mínútur og þá er bara allir komið gos. Menn verða bara að velta þessu fyrir sér og ef að fólk vil búa við þá óvissu þá er mér alveg sama þannig sé sko. Ég ætla ekki að gera það, ég er ekki tilbúin til þess og ég elski Grindavík út af lífinu sko og ég hef búin að var heima í Grindavík upp á hvern einasta dag í síðustu viku með nemendum mínur í skólan og þá fór ég heim til mínum á hverju degi og maður bara leið kvalir af heimþrá í rauninni sko en reyndar þessi varnargarður sló aðeins á heimþrána því að hann er að koma hérna vestu fyrir bæinn og mun sennilega bara loka bænum sko sem já. Hvernig lokunum, mennarðu að... Það er bara komin, ég bý vestast í bænum þar sem ég er bara með útsýni yfir allt Atlantshafið og Játgerðarstaði og síðan út á Reykjanesi, sé alveg út á Reykinn og Reykjanesi, hafum bara hverfa, skilur við? Þannig það er ekki allt kosið. Það er ekki allt kosið, skilur við, en þetta er ótrúlega breyting sem er átt sér stað í Grindavík og ég á mjög erfitt með að sætta mig við það að fólk segir það þegar maður nefnir það að keyra í gegnum Grindavík er ekkit rosalega upplífgandi tilfinning sko að þá vill að meina það að maður sé að tala bæinn niður. Ég meina Sigurbjörn segir það að þetta er nú samt svona sko að það er verið að segja að fólk sé að jarðsyngja bæinn, það sé verið að drepa bæinn og alltaf fram til göttunum ef þú opnar þig á einhvern annan hátt heldur en það sem þetta fólk er að segja, skilur við. Og það er að segja að það virði skoðanir okkar og svona, það bara gera það ekki, stór hluti gera það ekki. Reyndar held ég að það sé ekki margir sem eru tilbúin að flytja heim í haust með börnin sín til að fara í skóla. Ég held ekki því miður sko. Ef ég má kannski aðeins svara því Palli og núna tók ég viðtal við hann Magnús Tuma, jarðeðlisfræðing og þetta eru náttúrulega allt fræðingar og ég allavega ber mikið traust til hans og ég til dæmis spurði hann bara Palli og bara þér að segja, ég spurði hann daginn, hefur þú trú á því að það verði einhverjar frekari sprungumyndanir í Grindavík hér eftir? Hann bara, nei, ég hef ekki trú að það verði frekari sprungumyndanir en það verður áfram einhver hreyfing á jörðinni og þarna var umræða sigtölu sem þegar eru komnir já, eða bara hreyið, það kannski ekki alveg að lýsa því þarna var dálítil umræða að kom hérna að við þyrftum 100 milljóna til þess að laga sprungunar og hann sagði, þú veist, í mínum huga væri það eiginlega bara að kasta pening út í hafið, þú veist, laga einhverju sprungu og svo verður hreyfing og svo viðgerð farin og bara fluff já, skilur við, en hann, og þetta er ótrúlega klár maður að mínu mati hann sagði, það er alveg hægt að laga, það er hægt að gera bæinn öruggan bara með því að setja ristar yfir, girða í kring svona væri hægt að gera bæinn öruggan, vill ég meina og það hefur aldrei verið eldgos í Grindavík, það gaus hann einhverjum 100 metrum frá hann í byrjun janúar, það hraunir flættin, það hlýtur að vera munur á því hvort það gjósi bara undir manni eða hraunir. 100 metrar er lítil fjallag. Já, en það gaus allavega ekki í Grindavík, ég bara segja það. Það hefur aldrei verið eldgos í Grindavík og hann hefur ekki trú á því að muni gjósa nær Grindavík úr þessi komið er. Og hann telur mesta líkur á þetta verði þetta sem þetta er núna eða færi sig yfir þessi eldvörp og en þannig ég fór aðeins að koma inn á þetta líka. Það er bara eins og með mig að því að Sibbit annars að ég veit ekkert hvort að eina vilja fara heim og konans ekki eða öfugt eða skilur. Síðan eru bara margir að því ég hlustaði nefnilega mitt á allt þetta viðtal sem þú tókst við Magnús Tuma. Þar sagði Magnús Tumi, það er alveg óhætt að vera í Grindavík. Hann sagði þessu viðtali við þig. En þú skalt alltaf vera tilbúin til þess að flýja bæinn á hálftíma klukkutíma. Ég er sjómaður og er hálft árið frá fjölskyldunum mínu. Kona mín vinnur ekki í Grindavík.
það er ekki séns fyrir okkur að vera heima alveg saman hvort okkur langar að eða vilja það, þú veist, við börn við skiljum þau ekki eftir ein heima að kemur að rýmingu og við bæði í vinnu annar staðar, það er mjög mörg svona dæmi líka. Svona er þetta bara misjöld staðafólks, en ég vil bara meira það. Hvernig ertu í Grindavík að þú þarft að vera tilbúin að fara með hálftíma fyrir ára? Ertu bara tilbúin með töskur eða utanfyrir? Ég held að eina reglan hafa síman ekki á silent á nóttinni. Þú veist, og þessar rýmingar hinga til og þetta bara eru almannavarnir og allir að læra betur á þetta. Þú veist, þegar sumir vildu meina það, þessir hörðustu, að það hefði verið hægt að hafa atvinnustarfsemi strax daginn eftir að þetta eldgos og komið inn í bæinn. Það hefði alveg verið hægt að vinna inn í Grindavík. Það var engin hætta. En þarna var bærin sem rýmdur í 2-3 viku. Það voru held ég og ég held að við séum öll orðin sammála það, almannavarnir og þau eru að læra þetta. Verkalýðsfélögin, fyrirtækin, að við okkur var haldið allt og lengi frá bænum og í raun og vera á öruggasta tíma. Við höfum allan að tala fyrir því. Stöft eftir gos er besti tími. Já. Og við held að við séum öll orðin sammála það. Þetta er bara eitthvað sem við lærum saman. Sko. Það held ég að sé engin spurning. Þannig ég vil bara einfallega trúa því að mjög margir Grindvíkingar og foreldrar og ég var til þess bara dóttir og ég var 2 afandrengi og ég bara spurði hana bara aðeins ekki, hún var dóltið sigruð bara eftir þessa frétti með að verði ekki SAP-skólar og verði ekkert skóla þetta Grindavík og ég svona bara, þú veist, það er verið að reyna og þú veist. Svo líka verið að bíða til restakúsi. Það verður bara fyrir utan vartangarðana. Veistu það? Já, þú veist, alltaf Magnús Tumi hefur ekki trúað að verði gos. Ég meina, Benedikt Ófeigur hafði ekki trúað þér í gos í Eldfjalli hérna á næstunni þegar hann byrjaði bara að gjósa fyrir aftan hann í viðtali. Já, en þú veist, þú mátt hafa þínu skoðun, Palli. Nei, ég er að segja það. Það sem við höfum lært í þessu, það sem mér finnst við hafa lært mest í þessu, ferðu öllu saman, að auðvitað er þetta alltaf að verða nákvæmara en þeir bara geta ekkert sagt til það hvað næsta eldgos kemur upp og þeir geta engan veginn sagt til það hvað næstu jarðskjálftar verða og sprungumyndanir. Mér finnst það mjög óábyrgt að Magnúsi Tumi að segja það. Ég held að vera ekki fleiri sprungumyndanir í Grindavík. Ég meina ef það kemur svona aftur 10. nóvember eins og gerðist og það getur vel gerst, þeir hafa sagt það, veist hvað gerist þá. Hann er ekkert að fullera þetta, en hann hefur ekki trúað. Og svo tekur þú bara ákvörðun og mér finnst. Ég er ekki í kaffi á mannana í Ólís. Eru þið með fundastjóra eða eitthvað? Nei. Þannig að hörður bara verður ef þú vilt fá orðið, þá verður bara að taka það. Að frekjast, ég veit það, en það er bara ekki mikið ég, sko. Ég hef svo lítið frekur. En En ákveðin? Mér langar, og langrakinn. En mér langar að koma inn á þetta, af því ég er búin að funda með fullt af þessum fræðingum, jarðfræðingum og Veðurstofan og þess að þar. Þeir segja, sko, við getum ekki útlokað að það gjósi inn í Grindavík. Það getur gerst, það er ekki mikla líkur á því, en það getur gerst og það getur gerst með engum fyrirvara. Þannig að það horfi ég á og finnst bara of hættulegt til að búa sérstaklega með börn. En þeir sem vilja taka áhættuna af því sjálfur, þá gera þeir bara það. Akkurat, mér finnst þetta snúast það. En þú getur ekki, sko, þetta snýst líka um það að setja þrýsting á einhvern, að koma heim og fara að vinna þarna og svo framvegis, skilur þau. Þannig að... Þú þarft að passa það sem... Já, ég þarf að passa upp á þannig að... Ég er ekki neiltu til þess að vinna þar gegn betri vitund, því annars missi ég bara tekjuna mínar. Já. Hefur það verið? Það hefur alveg verið gegnum tíðina, já, og það er mikil valda ójafnvægi hvort þú ert að eiganda fyrirtæki eða starfsmaður á gólfinu, skilur. Þannig að það er ekki saman að jafna, þannig að maður þarf að passa mjög upp á þetta. Þú meinar að ef ég segi, þú mætir svo bara morgun og þá segir þú já vegna þess að þú verður að fá launatekkan, þótt þú hefði viljað gjarnan segja nei. Það er bara oftar. Og ég meina við vorum bara fyrst eftir þessa atburði í því dag eftir dag að leiðrétta það, fólk sem þorði ekki heim til Grindavíkur, það var reki og vinnu, það var síðan afturkallað eftir samtal við okkur. Þannig að það er þetta, og þetta er bara ákveðin kúnar aðferð. Já, svolítið. Og við þurftum að standa og berjast með fólkin okkar til þess að það héldi vinnunni, margir hverjir. En er þetta þá það sem hver og einn þarf að hugsa? Hverjir eru líkunir að það gjósi inn í Grindavík? Það eru 0,01%. En ef það gerist þá er það 100% skaði fyrir mig og fjölskyldu mína.
og ég meina hverju líkundur á því maður farist í flugslýsi eða í umferðinni eða skíðastökki eða köfun í silfru og þannig að fólk er bara að taka svona ákvörðun hvað allra að búa. Það meina við kannski teljum okkur vera bara 100% örugg og nú Magnús Tumi aftur á þessum fundi atvinnurekenda, varst þú ekki á honum hörður? Já. Þá talaði hann bara þetta, þú veist, líkunar á þessu og hann bara taldi ekki mikla líkur á því, það myndi gjósa innan Grindavíkur en hann býr ekki bara loftsteinn skilur, þú veist, það allt í henni gæti bara skilur pompa okkur loftsteinn, það er ekki mikla líkur á því þannig að við verðum kannski dálítið bara að spila á líkunar og ég veit fyrir mig, ég ætla mig bara ég bara einfaldlega hef ekki trúið því að muni gjósa innan þessara vardagarða og ég er bara tilbúin að lifa með því og eins og ég segi ef að mín elskulega bæjarstjórn myndi doldi, ég myndi vilja sjá meiri kraft mér finnst að þetta er bara að vera hlutverk bæjarstjórnar að reyna að byggja bæin upp og það er alltaf bara einhvern veginn bæjarstjórin saði nú bara í Silfrinu núna í gærkvöldi að Grindavík var ekki byggilegur staður í dag. Mér fannst það svolítið slegin eitthvað í þessu. Hann er bara búinn á því kall, þetta er indist og hann er búinn að standa sér frábæla. Og þetta er ekkert smáis verkefni sem að hann og bæjarstjórnin hafa haft og þú veist, þetta eru ótrúlega tímar og ég held að þau séu bara dálítið búinn á því. Það vantar finnst mér bara út hug, bara stefna áfram. Já, en svo erum við nú búin að funda nú mikið með ráðum þjóðanar. Það er nú sagt að ef við ætlum að fara í varanlegar viðgerðir á sprungumyndunni í Grindavík viðgerðin er búin að skjóta á það svona til þess að byrja með þyrfti að setja 10-15 milljarða í það þarf að taka ákvörðun um það hver á að borga það bærinn hefur ekki bólmagn í að borga það þannig að Nei, ég meina varanlegar viðgerðir væri ekki vitulega finnst mér af því að það er hreyfing áfram ég vil frekar elta Magnús Tuma að bara gera einhverja bráðabirgðar viðgerðir á sig, setja ristar yfir og Já, þá heldur ég sé náttúrulega réttast að fara að skoða það hvað það kostar til þess að byrja með. Það er örugglega, það hlýtur að vera mun minna heldur en hitt myndi ég nú halda sko. En hann sagði að Vegagerðin væri einn ráðherra sem voru síðast, já, hann sagði að þeir voru búin að ásamt Vegagerðin að kanna svona hvað þessar sprungumyndunum myndi kosta, væri 10-15 milljarðar til þess að byrja með. Og eru þeir þá að tala um að fylla upp í sprungumyndunum? Er einhver að tala um það? Já, það lagaði sko. Ég held að það þurfa að taka þær allar svona niður eða ekki rétt? Fleiga þær niður. Svo fyrir stórt grjót og svo sendur niður. Þetta séu 10 milljarðar. 10-15 milljarðar. Þetta er ekki smá framkvæmd sko. Það hlýtur að vera borgað ríkissjóði. Já, bæjarsjóður hlýtur að vera að tapa sko. Mér er þótt aðeinslegt að ríkið. Já, ríkissjóður setur bara skatt á fólk. Hvert er útsvarið ykkar þeir sem að búið ekki í Grindavík? Fer það til Grindavíkur eða? Grindavíkur. Þannig þeir eru með eitthvað svona aðsetturstöðu. Já. Við erum bara búið. En er það ekki þá Vogar og Reykjanes bæir bráðum að vera þreyttur á Grindvíkingunum sem koma að nota alls konar þjónustu og borga ekkert útsvar? Og orðnir þreyttir. Það hefur heist stoltið frá Vogum sko. 10% nemend í skólanum. Tekur svolítið í hjá þeim auðvitað. Tekur í þeim. Það verður að fá þetta fólk inn sko. Hvað heldur að vera lausnin á þessu? Það náttúrulega breytist allt ef að útsvarið fer ekki til Grindavíkur. Men þetta er kannski kalt en mér finnst þetta bara að vera rosalega einfalt og ég er sammála þessar ákvörðun bæjarstjórnar að hætta með þessa SAP-skóla. Þú veist, það fólk sem ætlar að flytja, það hlýtur bara einfallega að þurfa að flytja sitt lögheimili og börnin fari í skóla og þá leikskóla þar. Ég veit ekki hvernig þetta á að geta gengið upp öðruvísi. Þú veist, ef þeir eru að flytja í og hvað ætli bara áfram að borga útsvarið í Grindavík en börnin samt í skólan, þú veist. Ég ætla að borga áfram útsvarið í Grindavík en kona mín í Kópavogi. Já, það er þetta skipta einhvern svona, já, ok. Eins og svona leiðir færar. Það er reyndar ein frétt í þessu sem er dálítið merkileg, sko, að það fækkaði 200 manns einhvern áramótin frá 10. nóvember. Já, svo fjölgaði ekki. En það fjölgaði á móti 85 sem voru þá Grindvíkingar sem fóru að borga heim, skráðu sig í Grindavík, þú veist eins og skipstjóri sem bjó á Spáni, eða býr á Spáni, að hann allt í einu fór að skrá lögheimili sitt í Grindavík til að útsvari færi þangað til þess að hjálpa til við það sem var að gerast, skilur. Og þetta er nú svona nokkuð stór frétt myndi ég segja, sko. Þannig það er ekkert allir að fara frá Grindavík, þú veist það er líka einhverju að horfa til þess að bærin geti haft tekjur. Þá er hjartafólksins er grafið í Grindavík, þótt að búa á Spáni. Og það er nefnilega, lögin eru þannig sko, að hjón þurfa ekki að vera með lögheimili á sama stað. Lengur.
og þú mátti í raun og vera með lögheimili hvar sem því fyrir svona 2-3 ára þá kom fréttina hjá RÚV það væri 3 með skráðu lögheimili í stjórnarráðinu sem út í dag við með sitt lögheimili á Hrafnabjörgum 3 það Eyðibýli í Fljótdal svo var einbýlishús upp í Berg frekar en Hólum held ég sem að voru ekki 83 innflytjendur sem að bjuggu þar með lögheimili. Herðu, en eitt að tala að við erum búin að tala ráðamenn og menn að skoða og það hljómar alltaf eins og að sé engin svona sérstök plön í gangi. Það veit ekki hvað kostar að laga þetta. Það veit ekki hver ætti að taka ákvörðun hver ætti að borga. Þetta ekki svolítið svona rátt allt saman? Jú, við höfum nú sagt meira segja hjá þér áður held ég einhverjir við þetta borða það vantar algjörlega einhvern samræmingastjóra verkefnistjóra yfir þetta verkefni af því að þetta á mjög mörgum stöðum, þetta mörgum ráðuneytum svo bæjarstjórnin og alls konar en það engin sem heldur utanum þetta verkefni og svo eins og núna hefur maður á tilfinninguna haldi allir að einhver annar sé að gera þetta. Íta ábyrðin yfir næsta. Það er svona mannlegt. Það hlýtur að vera Jón í næsta ráðuneyti sem að sjá þetta sko. En hann ekkert endilega gá að því held ég sko. Og svo gerist ekki neitt. Og náttúrulega fyrr en kannski menn fara orðnir mjög pirraðar og fara að mótmæla eins og með Þórköllu þá allt í henni hægt að spýta í og fara afgreiða einhverju 119 sko. Ég man eftir því þegar ég kom í þáttíðin fyrir löngu síðan eða fljótlega eftir þetta gerist þá sagðist ég ekki skilja það í svona samfélagi eins og Ísland sem eitt af ríkustu löndum í heimi að þegar við erum ekki að lenda, þetta ekki fyrstu náttúruhamfarir sem Íslingar að lenda í sko, við erum að lenda í snjóflóðum og mannskæðum snjóflóðum og aðþarfum göttunum. Hversni ósköpunum ekki til á Íslandi náttúruhamfara sjóður sem eru í bara dálítið hressilegur peningur sko. Við sjáum hvernig í Noregi, hvernig olíusjóður þar akkur þetta ekki til á Íslandi sem að svona ríkt land og akkur ekki bara leið og svona hamfarir gerast, akkur ekki bara náttúruhamfara teimi bara kallað út það sem að menn taka bara yfir stjórnina við aðstæður, vissulega með heimamennum líka, því það verða að vera heimamenn við stjórn líka og við erum með fullt af frábæru fólki þarna eins og Ótta Sigmansinni og þeim í björgunarsveitinni, við erum með Hjálmar Hallgrímsson meðal annars sem er formaður bæjarráðs og hefur verið lögreglumaður á Suðurnesjum í 40 ár og þekki hverja þó og hvert stein þarna og ég meina, akkur er þetta ekki gert? Ég verð að segja alveg svo að mér finnst bara allt sem að við kemur að þessum málum vera okkur til háborinnar skammar og alveg eins og þeir eru að nefna það er ekkert gert. Það var sagt á sem íbúafundi Grindvíkinga að vera gripnir og þá að grípa Grindavík og þá enginn að fara óbættu frá garði og svo maður að hlusta hér á fréttir og annað, það er eldri borgarar sem að húka einhverjum inn í herbergjum og 70 manns á vergangi og hinir bara þessi 3800 við vorum bara látin rýma og bara bjargið ykkur og það fór allir inn á skildmenni og inn í, þetta er náttúrulega búið að vera algjört kaos. Það fyrir að nálgast ekki að verða 8 ár síðan að bærið var í. Já, ég hitti mann í morgun sem að vann við það þegar Vestmanni eða gósi var að reisa einbýlishúsin eða einingahúsin á sínum tíma. Þetta var bara gert á núleitni, 5 mánuðum setna voru konum fyrir 500 hús og það var ekkert verið að pæla í þessu núna. Að byggja einingahús til þess að mæta það er sumir gáttu bjarga sig skilur ég gætt bjarga mig, ég var heppinn en við komum með þessar hugmyndir til ráðherrana 13. nóvember komum við með það að byggja einhvers konar Grindavíkurbyggð einhver staðar í Vogum eða Reykjanesbæ einhver staðar bara, já hvað vorum við með? Ásbrú og Úlfarsárdal og fleiri stöðum og en það er ekki alveg rétt að það hefur ekkert verið pælt í það er algjörlega búið að vera pæl í því síðan en ekkert meira gerst það er ekkert gerst það sem ég er að segja, það hefur ekkert gerst og þessi maður sagði mér, ég var 22 ára gamall og þá fór ég smiður við þekkið hann, Arnari Sparra að hann sagði, við vorum bara að vinnum hér bara kvöld og helgar við að byggja og reisa þessi hús, það er 33 svona hús í Grindavík, ég bý í einu af því og þetta var bara reist út allt og sko eftir 9 mánuði voru held ég komin 500-600 hús en hér hefur ekki verið eitt hús gert í þessu. Það vola skrítið að sé ekki búið að gera neitt svona sko. Og Ragnar Þór Ingólfsson sem er varaformaður Bjargs og formaður VFR, hann var með okkur í þessu vinnu hann talaði við Eski einingahús á Selfossi, þeir svo skilta unnið þetta mjög hratt, þannig að það hefði verið innleidd framleiðsla og þeir bara ef við varum með svæðið
þá er það ekkert mál fyrir þá að gera þetta, hvað sögðu það, 9 mánuðir þá getur verið komið nokkra 20 húsa eða 100 húsa. Sko. Nokkra 100 húsa. Svo kom líka frá Norðurlöndunum. Já. Sem þar sem þeir gáðu í skyn að þeir geta alveg komið inn og flutt inn hús frá einingahús frá þar sko. Eitthvað tilbúð sem að bærin eitthvað að vinna með, ég þekki ekki það málum. En af hverju þetta ekki gert? En Ragnar Þór bauð fram Bjarg sem aðila til að halda utan þetta verkefni, en það hefur ekki verið þegið. En af hverju þetta ekki gert? Það stórstu spurt. Já. Og síðan náttúrulega mjög skrítið á þessari upplýsingaöld með öllum þessum samfélagsmiðlum og öllu þessu, þá finnst mér mjög mikið í gegnum allan atburðin hafa skort upplýsingar til okkar Grindvíkinga. Það náttúrulega alveg sér á báti sko. Mér finnst það bara búið að vera alveg hryllilega lélegt sko. Það eru engar sko í rauninni, bara engar og það ótrúlega skrítið til dæmis að bæjaryfirvöld, nú ætlum ég ekki að vera gagnrýnda fólk, en þetta nákvæmlega hefur farið í gegnum sama og við og ég ekkert alveg sammála því kannski að bæjarstjórnin sé svona klossprungin, þetta er bara fólk í vanda og það er að fara eftir leiðbeiningum annar staðar frá eins og með það að vera ekki með skólahald og annað vegna þess að þau telja Grindavík sé bara ekkit örugg og það er að taka þessar ákvæður fyrir utan 2 menn sem eru á öndunum meiði og það er kannski bara allt í lagi, þeir mega alveg hafa þá skoðun en upplýsingagjöfin er engin, hún er bara akkurat engin, hvorki frá ríkisvaldinu neða bæjaryfirvöldum. Til dæmis er búið að vinna mjög stóra skýrslu safnskólana sem Ásmundur Einar lét að gera og þar kemur fram að safnskólanum koma mjög illa út. Þetta höfum við bara ekkert fengið að sjá. Og líka í þessari ákvörðun sem var tekin með að vera ekki með skólahald eða þessa safnskóla ákvörðun var ekki látið fylgja með en samt mun bærin sjá til þess að börn komist til skóla og í Sandgerði eða hvað það verður. Það verður bara rúta sem að sækir börnin. Fyrir það börn sem eru þá inn í Grindavík. Já, fólk sem ætlar að flytja og ákveður var þetta ekki látið koma fram. Það skiptir dálítið miklu máli. Þú veist að börnin komist á skóla, þá getur ákveðið að flytja inn í bæinn. En ef þú átt barn á leikskóla, það er dálítið flóknara, held ég sko. En þú veist, enn og aftur, að ég náði ekki að koma því áðan. Ég spurði mína dóttur í gær þetta og hún sagði bara að ef málin yrðu gerð þannig ef ríkið eða bæjaryfirvöld eitthvað myndi bara taka ákvörðun að gera bæinn öruggan og stefna að hefja skólahald ef bæinn orðinn öruggur og skólahald myndi hefjast, hvað myndi þú þá gera? Hún bara, þá ég bara flutt heim og ég myndi vilja sjá bara krafti að bjóða upp á þennan möguleika. Þá þarf að gera bæinn örugga fyrst. Já, að sjálfsögðu. Það er hægt að laga þessar sprungur til hann að bráðbera, setja ristar yfir, gera það í kring. Það er alveg hægt að gera bæinn örugga. Þú svo ákafur að fara, þannig ef ekki að spyrja þá sem eru það kannski síður, hvað þyrfti að gera til þess að bæri væri öruggur til þess að þið myndu vilja fara tilbaka? Mér finnst algjörlega vanta, nú kemur bæjarstjórnin með þessa tilkynningu að það verður ekki skólahald í Grindavík næsta haust og það er bara ákvörðun sem er tekin í bæjarstjórn. En ef að hlutirnir breytast og þegar þeir breytast og þessi atburður hættir, það hættir hreyfingin undir Grindavík, það hættir eldgosi hérna í Sundknúkum og það hættir landris, þá bara breytum við kúrs og förum á fulla ferðin í Grindavík aftur. Mér finnst bara, það vantar að þið segi það. Og hérna það þarf eitthvað að segja það já, mér finnst það bara að þurfa að segja það leið og atburðin er úr sögunni. Hvenær er atburðin úr sögunni? Já, það bara hefur ekki hugmyndum, það getur verið eftir 10 og 15 bara aðeins fyrir vestan ykkur og það muni valda jarðhræringum og jarðskjálftum inn í sprungunum hjá ykkur menn þetta verður langklaup aftur Magnús Tumi þetta verður langklaup. Ég var nú að fá Magnús Tumi í viðtal. Þú verður bara að gera það heldur. Þú er búin að endur sig heilt viðtal. En hann til þess komið þetta. Þú veist, þetta verður langklaup. En hann hefur aftur ekki trú á því að vera eldgos innan þessarna varnargarða, skilur mig. Þannig að við getum alveg lært að lifa með þessu. Og eins og hann sagði, honum finnst ekki make a sense, þótt hann hefur ekki notað það eitthvað betra, að eyða milljörðum í einhverja varnargarða og á svo ekkert að styðja uppbyggingu í
bara 1 og 3. Hvað er það að verja? Til hvers hvað er verið að verja ef á ekki bara hefði uppbyggt? En ég hef nú heyrti Magnúsi Tuma líka, ég heyri þetta bara ekki alveg eins og þú sko. Þannig að maður heyri kannski mismunandi eftir heyri það sem maður vill. Já, svolítið. Ég get veit að þetta sjónvarpsviðtal. Sko, ég heyri það að hann segi að bærinn er alls ekki öruggur. Eins og sakir standa, nei. Og þessi atburður er alls ekki búinn. Og ég myndi aldrei flytja þarna með börn. Þannig að það er það sem ég heyri hann segja. Ég heyri hann segja þetta líka. Já, þú veist, það er hans valstrákar. Hann fullan rétt á að velja það. En fyrir þá sem eru tilbúin og ég veit að það eru bara börn eru inn í Grindavík núna. Það er bara kona sem ég veit sem að bara, hún er bara flutt með börnum sín og þau eru bara alveg örugg. Og hún algjörlega treysti þeim fullkomna. Á hverju ekki bjóða upp á valið? Einhverjir munur hafi ekki allir þetta val? Nei, ekki meðan bærinn er bara sofnaður. Það er eins og sé bara búið að slökka ljós. Já, en það hafa allir val að fara heim með börnin sinni eða vilja það. Já, gerir það ekki að það er ekki skóli eða leikskóli. Nei, en síðan er líka annað sko. Það er búið að jarðvegskanna bæinn og bara þar sem ég bý. Já. Ég held að það verði ekki byggilegt. Hvert á ég að fara? Ykkar hverfi er mjög illa að fara, ég veit. Hvert á ég að fara? Með börnin mín. Já, ég bara spyrja á móti. Svona eru misjafnar stöður allra. Þannig að það hentar ykkur ekki. En ég er alveg sannfærður að ef þið setju kraftur í þetta, bara gefðu þetta ef bærinn verður ekki öruggur og þá muni ykkur nýta sér. Þú veist, það er bara... En þú vilt það sem flesti komi. Hann getur ekki farið vegna þess hverfið þess að vanget. Viltu að það verði byggt nýtt hverfi í hvað? Ég er náttúrulega ekki með... Ég hef ekki hundsvit á þessu. Og ég veit að hans hverfi, Hópskverfið er mjög illa farið og sennilega bara verður ekkert búið þar. Ég veit það ekki, það er mjög illa farið. Þannig næsta gata við þig, Víkurbraut, er náttúrulega bara í heilum. Ég bý 50-100 metra frá stóru sprungunni sem liggur í gegnum bæinn. Það er ekkert að mínu húsi. Ég myndi alveg sætta með þetta eðlilegt að þitt hverfi, Hópskverfið, er þið bara girt algjörlega af. En nú ertu að lesa það til þess að Facebook að menn er að segja það í morgun, mér skusti 2, að húsin þeirra eru bara á hreyfingu. Og bara grunninir eru bara þrýstast inn og einn kom heim til sín í gær eða fyrir þetta og þá kom sprunga í gegnum baðherbergisvegginn sem hann hefði aldrei séð áður og einn fyrir utan hjá einum á Túngötunni, þinni götu, er bara hola sem stækkar dag frá degi og ég meina, veist... Ég heyrði einhvers staðar að 70% húsa í Grindavík séu bara í lagi. 70% húsa. Er það ekki doldið? Ég meina húsi mitt í Eyjafirði er alveg toppstandi. Ég get ekki fundið neitt að ég er búin að grandskoða það og það er ekkert að ég nema það að það er komið 1,5 metra neðar. Það er komið 1,5 metra neðar og ef það verður aftur svona skjálfti að fyrir neðar þá fyrir bara sjórinn að koma yfir flæða bara inni vegna þess að litla tjörnin sem er fyrir neðan hjá mér, Játgerðssteða tjörnin, hún er bara orðin vatn, skilurðu. Hún er orðin miklu stærri og þið sáum daginn fyrir viku síðan þegar var dauð að lokni Grindavíkurhöfn það flóði alveg upp í Vísi. Það var háflóð og það flóði alveg upp að Vísi. Ef það hefði verið áhlagandi 15-20 metrar á sekundu suðvestan hana, hvernig heldur ástand það hefði verið í bænum? Þetta er orðið hættu ástand. Já, það er bara orðið, þið sáu það bara fyrir 2 árum síðan. Þegar flóði svona, þá bara... Óveður í stórstreymi að þá verður hættu ástand. Og lágur þá er bara sjór fara alveg upp undir slökkvistöðu að lengra, sko. Það er alveg reyn. Það var landsík þetta er og þið munu hvernig það var hjá Vísi það var 20 miljóna tjón þegar flóði bara fyrir 2 árum síðan og svo er spurning sko með eins og lautina er hún ekki komin undir sjávarmál? Jú, hún er komin undir sjávarmál, hún er það þú veist, það er rosa mikið sem á eftir að ákveða og á eftir að taka umræðum að mér finnst sko með þess þetta vinnast, ég er alveg sammálaður í því sepi með þess þetta gera svolítið á hraða snígilsins bara allt En hvað er verið að ræða þetta? Nú ekki Ólís allavega. Facebook. Það er Facebook. Það er ekki góður staður að tala saman. Nei, það er ekki. Alls ekki. Og bara vestur fyrir þá sem eru í svona andlega illa þenkjandi sko því að þeir grafa sig bara dýpri og dýpri hólu einangra sig og liggja á Facebook og lesa bara neikvæðastu fréttirnar og þeir eru bara alltaf að lenda í dýpri og dýpri hólu og bara verri málum. Og það er bara orðið hópur af fólki þar og eins og við búin að fara að hitta margar ráðherra og óskipti stuðning að verkalýðsfélögin fengi 3 mánaða stuðning fyrir sálfræðing að því að við vorum að gagnrýna það að væri sálfræði þjónustan væri öll í tollhúsinu að því að fólk
sem þarf á sálfræðinga að halda, það fer ekki fyrir opnum tjöldum og segir, einhver sálfræðingur hér, sko. Þeir þurfa að fá þetta á stað þar sem að þeir koma bara einir og fara einir, sko, ekki fyrir opnum tjöldum. Það er bara mjög mikil skilningur á þessu. En það er engin ákvörðun tekin. Engin. Þeir eru á skilning á þessu saman, sko. Já, en það er engin ákvörðun tekin. Það er svona ákveður ruddaskapur að þegar ég heyri hvað þú segir og ger ekki neitt, sko. Málið er það nefnilega og við höfum nefnilega bent að það líka á þessum fundum að nei er líka svar. Já, nokkulega. Okkur vantar það var neið, sko, líka. Annarkvort, já eða nei, þú veist, þá getum við bara hægt að hugsa það og fara að hugsa eitthvað annað, sko. Okay. En við fáum ekki eins og þetta nei, sko. Og kannski einn punktur sem við stóðum lýsandi dæmi bara hugafar, bara bæjarstjórnarinnar og bara bæjarstarfsmanna yfir höfuð. Hvernig stendur á því að þau eru ekki bara fann að vinna aftur í Grindavík? Bæjarstjórnin, af hverju fundar hún ekki alltaf í Grindavík? Men Grindvíkingar, mjög margir keyra til Reykjavíkur til vinnu. Hvað, geta þau ekki keyrt til Grindavíkur í vinnu? Fundar þau í hvað í Ráðhúsinu? Bara þetta huga, hugsa hvað er Tollhúsinu. Bara ef yrði svona breyting bara, herri, nú erum við bara farið til Grindavíkur, við erum bara farin að vinna á bæjarskrifstofuna. Svona gæti þetta bara hægt og bítandi komið. En það er bara, eins og ég bara slökka ljósin. Við vorum einhvern tímann að tala þetta ástand hérna og þá var svona, fannst mér eins og að lausnin verið kannski að væri svona SAR eins og heitir í Bandaríkjunum. Og ég held að viðlagasjóðs, framkvæmdastjóri viðlagasjóðs hafi haft svolítið umtalsvert vald til þess að leysa vanda Vestmanninga á sínum tíma. Af því að sko vandamálið það er ekki hægt að þetta fólk sem í vanda vera að labba alltaf á milli og vera að sækja svona, þannig að verður að samhæfita með einhverjum hætti. Það er ennþá þannig að það væri líklega snjallara fyrir ríkisvaldið að búa til bara Grindavíkur ráðuneyti sem hefði bara einhvern bolmagn til þess að gera hlutina og afgreiða þetta. Algjörlega. Því að það þarf að samræma ólíkt í sveitafélagunum og allt skólahaldið og það er endalausar málum sem þarf að leysa úr. Það er óraunhæft að bæjarstjórnin gera það. Nei, það hefði þurft frá fyrsta degi, sko, átt að vera á hendi ríkisvaldsins að henni auðvitað bæjarstjórnin bara einn partur af þessu stjórnvaldi en þú veist, en síðan eru öll ráðuneyti með þetta líka, eða mjög mörg, þannig að sem koma þessu einn eða annan hátt, þannig að við hefðum þurft svona framkvæmdastjóra frá bara fyrsta degi í raun og veru, en við erum svolítið búin að vera að reyna að finna upp hjólið, sko, frá bara rýmingu, það var ekki til neitt plan, þú veist, það var til plan að rýma bæinn og svo erum við búin að vera að búa til eitthvað síðan á hraðarsnýðsins. Það er bara rétt til þess að bjarga ráðamönnum fyrir kast og sköldsins. Já, svo bara eins og með Þórköllu fasteignafélagi sem er að fara í þessu uppkaup, það skulle engin Grindvíkingur vera þar í stjórn, algjörlega galið. Það er eitt sem kom hérna, ég veit ekki að þið voruð að hlusta þegar það var, þá kom Sigrún Ólafsdóttir sem er prófessor í félagsfræði og við vorum að spyrja hana svona samfélag sem orði fyrir áföllum og hún sagði að sko fyrsta rannsóknin sem var gerð til þess að meta svona hvernig samfélag koma í gegn áföll, hvort þið ná að reisa sig við eða aftur eða ekki, dró fram bara megin niðurstaði þeirra rannsókn var að þar sem að íbúarnir sjálfur eru þáttakendur í ákvörðunum og uppbyggingunni, þar gengur vel. Það sem það er ekki, gengur ömurlega. Og það er bara að þú veit eiginlega að taka hættun á það að samfélagi jafnis ekki ef þú hleypir ekki sko fólkinu í samfélaginu að ákvörðum. Það verður að vera hjarta í þessum ákvörðunum. Þetta er saman ég nefna á hann, það er bara til náttúru hamfara teymi sem fer í gang og svo bara með heimamenn. Við höfum fullt af fólki sem er búið að vera, björgunarsveitirnar eru nú alltaf, það er nú búin að standa vaktir handa síðan 2021 síðan það byrjaði og þannig erum við mann sem var með formaður Landsbjargar og menn sem hafa unnið ég nefndi Gunnar Tómasson meðal annars og fleiri menn sem hafa unnið að þessum málum fyrir Grindvíkinga og Slysavarnafélagi mörg ár og sem getur verið innanhandar og þekkja þetta svæði allt saman. Alveg hægri vinstri og auðvitað verða þeirra einhvern veginn að endurspegla raddir samfélagsins. Mér finnst samfélagin svona, veist, það er alveg ömurlegt að vera að fylgjast með þessum umræðum á Facebook. Það er þyngra en tárum taki að sjá þessa kannski, að ég veit ekki, þessi illindi jafnvel og orða þessi fólk lætur út úr sér sko, gagnvart bæjarstjórninni, bæjarstjóranum og öllu sem að gerast og þeir sem ekki eru alveg gangandi á því að fara heim, þetta er verið að jarðsyngja bæinn eins og ég nefndi á hann, slökkva ljósin og ég veit ekki hvað og hvað. Þetta er óþolandi. Þannig ég held þetta hafi líka verið svona í Vestmannum.
Það er að því að sagan sem við heyrum frá Vestmannum svo að fólki flúði þarna, byrjað blessunarlega, voru allir bátarnir í höfninni, einhver hélt á sunnundaslærinu og allir komust og svo fórum við og byggðum upp bæinn aftur. En það var bara helmingur sem fór tilbaka. Þannig að þeir sem ekki fóru tilbaka, þeir eru bara ekki hluti af sögunni. Og því ég held að þeir hafi verið bara mjög fljótlega, bara afskrifuð úr sögunni. Þannig ef að þú vildir ekki, og þá erum við að tala að flytja aftur á toppin á virku eldfelli, sko. Já, en með þess að þegar þú segir helmingurinn tilbaka, eftir 2 ár, þá voru 47% komnir til Vestmannaeyja. Eftir 2 ár. En það fólk sem ekki sneri tilbaka, það er ekki í hluti af sögunni sem við erum alltaf að segja Vestmannaeyjar. En Vestmannaeyja gósi stóð í 6 mánuði. Svo var það bara dautt. Það var bara þannig. En þetta er búið að vera núna í 4 ár, þessar jarðhræringar í kringum Grindavík, og núna er þetta búið að vera í 6 mánuðin tæpa, núna hérna, bara síðan jarðhræringan 10. nóvember. Og það, við erum ekki að sjá fyrir endan á þessu, sko. Við erum ekki að sjá það, við erum ekki að sjá að þetta sé að klárast. Því miður, það væri dásamlegt ef þetta allt í einu bara stoppaði og allt er fínt. Þá getum við farið á fullu í að byggja upp bæinn og heyra þetta allt í gang. En menn eru tvístígandi út af því hvernig ástandi er á náttúrunni, sko. Það er stundu sem að heyri svona sögur að Grindvíkingar sé að hitta hvort annan í opnum húsum, sé að keppast að kaupa. Já. Þetta er sorglegt, sko. Er það raunveruleikinn? Maður er alls sögur af því, sko. Ég veit konu sem voru út í Sandgerði, var að leist mjög vel á raðhús þar og því miður þá var það nýselt, það voru 67 milljónir, sagði mér. Og hún og maður ákveði að kaupa, þá var húsið við hliðina sem var nákvæmlega eins og hún fer í fasteignasalan. Það var að koma í 79, bara 12 milljónir. Og þetta er náttúrulega alveg galið, sko, hvernig svona, veist... En það sem það er svo mikill skortur. En það sem er kannski skortur á íbúðum. Ég get ekki skilið. Það er bara verið að reisa hér blokkir fyrir fleiri 1000 manns út allt og það tala allir skort á íbúðum. Hvernig er þetta hægt? Hvað, veist? En það sem er samt að... Ég er bara svo hissa. Þjóðarinnar og kemur nýr, sko, fólk er lengur heima, heldur að var, eða ekki rétt. Fólk er miklu lengur heima. Það kom alltaf nýjar, að líftíminu okkar eru fann að lengjast, við sittum nú í fulltrúar á lífeyrissjóðana, þannig að maður sér það. Það er verulegt. Þannig að við bara aukið líftíma, ég held að innflutningur á fólki, verulegur. Landsmennu fjölgar 3,1% á ári. 20.000 á ári. Þannig að það er nú alveg eðlilegt að við sem að byggja, það er að tala um það að það sem við erum að byggja, það dugir enga veginn til þess að halda í við þessa þróun, sko. Það er enginn hérna við Rauðaborðum ofta fram húsnæðismál, það er enginn haldið fram að setja nógu húsnæði fyrir að tala ekki um þetta. Ég segi bara, ég er átt að velta þessu fyrir mér, ég keyri hérna allt og Suðurnesjum og hér í Reykjavík og Kópavogi og það er bara verið að byggja blokkir í hérna bara íbúður í 100-vís og maður velti verið sem býtu hvað og svo bý ég niður í 101 og hverjum einasta morgni þegar ég er að keyra á staði vinnuna klukkan í kringum 7 þá bara hrynja út úr öllum íbúðum hann í Þingholtunum fólk með kínverjar með ferðartöskur, sko. Þetta er svo mikið Airbnb-dæmi. Þetta er alveg... En samfélagið, því það er náttúrulega, það er að sundrast. Aðeins ef ég má skjóta inn í, það sem er samt að fara vest með okkur alveg í augnablikinu, það eru brúalánin. Af því að mjög margir Grindvíkingar eru búin að festa sér húsnæði. Og tóku alvarlega áætlanir Þórkötlu tímasetningu og eru núna að borga 11-13% vexti á brúalán. Þannig þau tóku lán í trausti þess að fá afgreiðslu frá... Eða festu sér íbúð og það getur verið rosa áhætta. Með því að hún er borguð við afhendingu. En ef þú ert ekki búin að borga ákveðinni dagsetningu þá þarftu að redda einhvern veginn og bankarnir eru að redda brúaláni 11-13% vöxtum sem er bara eins og yfirdráttur. Maður er ertabla upp í 17%, sko. Yfirdráttur? Nei, sko þessi brúalán. Og þetta er rosalega dýrt fyrir mjög stóran hópa Grindvíkingum í dag og ég held að Þórkatla hafi enga skilning á þessu einhvern veginn. Þau eru bara að draga lappirnar. Þegar fólk er að selja hús í Grindavík, færið það sambærilegt hús annars staðar? Nei. Langt frá því. Í raun hefði þetta borga út svona 110-15% brunabótamati.
Þannig að þú selur raðhús og þá færðu blokkaríbúð. Þú selur einbýlishús og þá færðu... Ég byggði fyrir 3 árum, bara stórglæsilegt hús, myndi ég segja. Og bara draumahúsið okkar hjóna. Ég að fara úr 200 fermetra húsnæði í Grindavík í 177 fermetra blokkaríbúð í Kópavogi og ég þarf að bæta 20 milljónum við. Það segir dótið. Þetta bara sagði allra held ég. Bara eftir á hvað staðir eru skilur. En þetta svo stórkostlegt að hugsa til þess að þetta fólk í neyð. Við erum fólk á hold og blóði og þegar hrunið var á sínum tíma á COVID þá stóð ekki á yfirvöldum að borga peninga sko. Þeir dældu milljörðum. Hrunið var margir sem bara mistu húsnæði sitt í hruninu sko. Já, þeir dældu 100 milljónir í fyrirtækin í COVID. Í COVID. Já, ég meina bara tökum Æslandir dæmi, þeir fengu bara 15 milljarða bara svona innan lúuna, hérna stráka minni, gjöru svo vel. En þegar að vera að tala fólk á holdi og blóði, úr sveitafélagi sem hefur skilað, sko, við erum búin að veiða 1.000.000 tonn á síðustu 20 árum. 1.000.000 tonn af fiski sem hefur landað í Grindavík á 20 árum. Hvað er það í gjaldeyristekjum? Það eru fleiri 100 milljarðar fyrir utan svo bláolónið. Að það skulle vera eitthvað vöflur á stjórnvöldum að grípa Grindvíkinga. Þetta gerir mig gjörsamlega bila þegar ég hugsa þetta. Að við erum fólk á hold og blóði. Og síðan erum við skattlögð í þessu neyð okkar. Já, í neyð. Við þurfum að borga full stimpilgjöld. Þú veist, 1% skatt. Í staðan fyrir okkar til að hafa verið að við fengjum sömu meðferð og fyrstu kaupendur sem var helmingurinn af því. Og því bara ekki svarað. Og svo maður fara tilfinninguna núna fólk sé að fara að snúast gegn okkur. Helvítis vællin í Grindvíkingu. Þetta er svo sannarlega sko. Þetta er svo galið maður það var líka í Vestmanningúsinu því gamalt sko. Það manni eftir því að kom svona þannig tónn upp sko. En ég held að hafi verið þú veist hvað var að taka mark á þú veist það eru ykkur 400.000 mann sem búa hérna auðvitað slatti af íllgjörnum fíblum sko. Ég meina fíblin eru allstað maður á ekki heimtingu á því allir séu í lagi alla daga. Nei. En svona heilt yfir hefur nú þjóðin tekið okkur algjörlega þá við höfum stuðning þjóðarinn held ég hvað sem en þetta er alltaf eins og þið segir það er innanum og sama við fólk sem náttúrulega bara eitthvað öðruvísi sko og getur greinilega ekki sett sig í spor fólk sem en samfélagið hérna íþróttafélagið til að þá heldur betur og söfnuðum það heldur okkur svolítið saman ennþá sko það hefur verið saman eitthvað tákn hjá okkur í vetur fólk að koma saman á leikjum og fyrirtækin hafa verið að styrkja bara stórkostlega núna á síðustu leikjum í körfuboltanum hafa fyrirtæki verið að koma og skrifa undir samninga sem að tryggja áframhaldandi rekstur allan að meistaraflokkana í einhver ár, 1-2 ár. Hvað eru búin margir á þessum heimaleikjum í úrslitakeppninni? Alveg bara ekki 1500-2000 og maður að sjá svona að við Sibbi höfum nú farið á flesta leiki sko og Palli undanfarin ár en núna maður að sjá fólk sem maður hefur aldrei séð á körfuboltaleik það í raun og veru bara að koma til þess að hitta samfélagið sko. Þetta var eins og heimaleikir Barcelona það hafi ekki farið þar þá lítur maður svona kringu sig og sér það þarna eru bara gömul hjón þarna eru bara ættir sem hafa setið þarna af því þetta er hluti af sjálfstæðisbaráttu Katalóníu að sitja þarna þannig það er hluti af sjálfstæðisbaráttu Grindavíkur að mæta á völlin og vera þar það er kannski ekkert vita á hvað síðasti leikur sem ég fór á hjá Manchester United þá var ég á Stretford End sem við kallaði sko og þar satt ég við hliðina á fernum hjónum sem öll voru búin að eiga ársmið á þessum stað í 50 ár Var þetta jafnaldræðir? Nei, ekki alveg þeir var aðeins eldri en samfélagi eins og það að hittast á mótnana og drekka kaffi og svona það er náttúrulega við erum svo tvístur út allt að það er ekki þannig kaffivagnin út á Granda þar eru gömlu kallanir að hittast held ég okay. Það er eina svona sem ég veit já. En þetta var eins og í Grindavík nú að vélsmiðjan til dæmis vélsmiðjan er opinn og þeir hafa haldið opnu og þar eru menn að koma og kaupa nesti og tala saman sko svo var Jón Gauti með opið í Ólís í síðustu viku og það var ósköp notalegt að koma þar og setjast inn það er mikilvægt að hitta náungan og spjalla við hann þess vegna gerðu það líklega á leiðinni í vinnuna því þetta er bara hluti að halda sig við félagslega algjörlega gaman að takast á pólitík og enska boltan og sérstaklega Liverpool tapaði og
United tapaði og þetta eins og ég nefndi á það, þetta misti Ólís mikið þegar Halldór frendi Sigurbjarnar dó, hann dó núna bara í stuttu síðan og hann var náttúrulega svona ógleymanlegur maður sem að lyfti þessu öll á hærra plan og svona lífið náttúrulega, það bara svona Já, við töpum allir endanum. Já, við töpum allir endanum þannig. Það reyna sem við vitum fyrir víst. Já. Herðu, takk fyrir að koma hingað í þetta spjall Grindavík, en svona í þeim ramma við erum líka að velta fyrir okkur svona hvaða gildi þetta hefur, að fólk hittist og spjalli saman. Já. Þetta er svona hluti af lýðræðiskerfinu, óformlega lýðræðiskerfi. Það eru svona spjallhópar víða land. Sigurbjörn, Hörður, Einar og Palli, kæra þakkir. Takk fyrir mig. En við ætlum að setja hérna áfram í rauðaborðið og fletta yfir í næsta kafla. Hvernig getur við réttlætt að 60% Eflingarfólks eigi erfitt með að ná endum saman? Efling stéttarfélag, barátta fyrir betra lífi.